Jæja, þetta, góða kvöldið. Við erum komnir til þess að heyra Sæmund segja frá. Fyrst vil ég kynna upptökustjóran í kvöld. Njáll hefur ekki standið upp. Þetta er Njáll, hann er upptökustjóri kvöldsins. Þakka þér fyrir. Sæmundur sem hér situr hérna mér á vinstri hönd, hann er fyrir svona ekki að vera eldri, kannski fertur. Það er 50 ár tæp síðan hann fékk prófið, amatörprófið. Og það má segja að hann hafi gert þetta vel. Hann er þekktur fyrir ýmsa hluti, en ég vil sérstaklega nefna fræga ferð sem hann, Jónas og Kristinn Andersen og Matthías Nóstandur. Þetta er Matthías, sem þeir fóru á Suðurlandi fyrir 70-80 árum síðan. Voru á Víbon sem Matthías átti bílinn ennþá. Löngu búin að láta hann. Já, þeir fóru á Suðurlandi 4 saman með radíótæki og voru í nokkra daga og sett upp stöð og óperuðu út í heim og ægilega gaman og stóðu vaktir, annars er í bílnum og hins var í húsi þannig rétt hjá og þeir röðuðu inn sambönd. Og þannig gera með þetta er gaman, þið gætuð allir gert þetta. Ég er ekki viss að þið fengið Víboninn hans Matta aftur, en aðri bílar myndu duga. Sæmundur hefur síðan orðið verkfræðingur. Hann vann lengi á Símanum og núna við Háskóla Íslands. Háskóla tæknifræði. Hann er alltaf að segja okkur frá loftnetshermunar hugbúnaði, hann sem hefur leyst af höndum Easy Neck, þetta ekki. Ég kem að því. Svo, yfir til Sæmundar, gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir, Andrés, fyrir að rifja þessa merkurminningu úr lífi mínu. GF6M var það, er það ekki Matthías? Jú. GF6M hétta. Heldur að það hafi verið kannski 1977-8, eitthvað svoleiðis. Það er ábyggilega verið eitthvað það verið. Ég ætla samt að byrja á að segja komið í sæl. Í þeirri von að einhver kona muni einhvern tíðan horfa á þessu upptöku. En ég ætla semst að tala önnur loftneta með aðstoð þessa hugbúnaðar sem heitir 4NEC 2 og þessi hugbúnaður hefur ekki leyst Easy Neck af hólmi, heldur er bara til samhliða Easy Neck. Og maður getur valið þessi 2 forrit eða fleiri jafnvel. Ég valdi þetta eiginlega bara vegna þess að ég vissi ekki neitt sem að hafði valið þetta forrit. Og til þess að prófa það, af því að amatörar nota langflestir Easy Neck, sérstaklega eftir að Easy Neck var ókeypis. Þetta forrit reyndar hefur alltaf verið ókeypis. Allavega að samkvæmt því sem ég best veit. Easy Neck varð ókeypis núna fyrir nokkrum árum. Það þurfti alltaf að borga fyrir það hérna áður. Ég ætla að gera þetta þannig að ég er með þessar glærur. Það eru kannski fyrst og fremst til þess að hjálpa mér, en ég ætla ekki að setja þær í svona sýnihátt eins og hér er. Ég ætla semst ekki að nota þennan hátt, vegna þess að ég ætla að keyra forritið með ykkur. Og ef að ég geri það, ég kann ekki gera það með þessum hætti, með PowerPointið í þessum hætti. Nema kannski rétt fyrst. En hermun á hegðun loftneta með tölvum hefur verið lengi möguleg, alveg frá því einhvern tímann á 8. áratugnum, að þetta NEC forrit, Numerical Electromagnetic Code, að það var skrifað einhvern tímann snemma á 8. áratugnum, skilst mér, og það var skrifað í gömlu forritunum ári sem hét Fortran, og það er svo gamalt að ég lærði þetta forritunarmál á sínum tíma. Síðari útgáfa heitir NEC 2
og hún hefur verið mjög mikið notuð og það hefur ekki þurft sérstakt leyfi til að nota hana. Hún hefur verið svona það sem kallað er í public domain. Svo komu NEC 3, NEC 4 og NEC 5. Ég held að það væri snjallt að opna út Andrés. Því að það verður rosalega heitt hérna, þið eruð allir nokkur að vatta ofnar og það hitnar hérna frá. Þetta er sem sagt NEC 3 og NEC 4 og NEC 5 eru komnar fram en það hefur þurft leyfi til þess að fá að nota þær. Reyndar er NEC 4 notað í þessu 4 NEC 2 forriti og líka í EasyNEC. Það er ekki líka borga fyrir það? Það er ekki að borga fyrir hlutan að fá leyfi? Það virðist ekki þurfa að borga fyrir NEC 4. Af því að það er í þessum ókeypis pökkum tveimur. En kannski hafa þeir fengið leyfi til að nýta það og dreifa sínu forritum. Það hlýtur að vera þannig. En NEC hefur verið umskrifað í C sem er svona nýtískulegra forritunarmál og þessi áratuga gamalt en er víst mjög effektíft í keyrslu. Svo er til eitthvað sem er kallað MiniNEC sem var þróað fyrir Apple II tölvuna. Ég held að hún hafi komið fram 1980 og IBM PC kom fram 1981. Og svo hefur grafískt viðmót verið sett á þennan NEC pakka. Áður fyrir var þetta bara svona skipanalínur sem maður þurfti að eiga við, eða Command Line Interface sem kallað er. Og þetta grafíska viðmót gerir þetta svo aðgengilegt að nota þetta. Og sem sagt EasyNEC, það byggir á NEC 3 og NEC 4, keyrir á Windows og í Linux. 4 NEC 2, það byggir á NEC 2 og NEC 4 og það er gert fyrir Windows. Mér skilst að það fáist ekki fyrir Linux. Og svo er eitthvað sem heitir NEC Lab og það byggir á NEC 2 og gervigreind. Þannig að það væri kannski spennandi fyrir einhvern að prófa það. Svo er eitthvað sem heitir CocoNEC og það er fyrir Macintosh og byggir á NEC 2 og NEC 4 þegar menn hafa leyfi fyrir hendi. Og það er fullt af námskeiðum NEC á vefnum og ég er með lista hérna í þessum link á Wikipedia sem ég kannski get smellt á og sjá hvort það virki. Já, ég meina að ég glemdi að nettengja tölvuna en hún er greinilega nettengd frá gamalli tíð, þannig að þarna er þetta. Við sjáum ekki á... Ekki sjá þetta ekki. Ég nenni ekkert að fara í þetta. Það er leiðindavesi. Þið fáið linkinn með glærunum. Þegar þið fáið glæruna, nú þarf ég að fá eitthvað pappír undir músina því að það er svo glansandi borðið. Svona. Já, og svo eru líka YouTube námskeið og rituð námskeið sem að maður hefur aðgang á. Þannig að þið þurfið í raun og veru ekkert að hlusta á mig hérna í kvöld. Þið getur bara gert þetta í einu rúmi. En núna Já, sem sagt ég ákvað að nota 4 NEC 2 til þess að kynnast eiginleikum þess forrits og þekki engan sem að hefur gert það. Vitið þið einhvern sem hefur notað þetta forrit? Og hverjir hafa notað EasyNEC? 3. 4. En heimasíða 4 NEC 2 er þessi hérna, qsl.net 4 NEC 2 og núverandi útgáfa er 5.9.3 og það hefur ekkert breyst núna að minnsta kosti í heilt ár. Þannig ég óttast að þróuninni hafi verið hætt. Já, höfundurinn heitir Ari Fors
Þessi hérna, ég held hann sé ekki amatör, ég hef alltaf aldrei séð kallmerki á hann. En þetta er samt algjörlega í amatöra heiminum, þetta forrit. Og ef þið viljið sækja það á einfaldasta hátt sem hægt er, þá smellið þið á þetta hérna. Þá kemur bara skráin til ykkar, þessi SIP-skrá, og þið dragið sett upp forritið út úr henni og keyrið það. Og þar með verður forritið sett upp hjá ykkur. Opnum SIP-skrána og draugum út úr henni sett upp þetta .exe, keyrum skrána og hlýðum þeim skipunum sem fram koma. Þetta endar með því að við höfum 4.2 uppsett á tölvun okkar. Og ég gerði þetta á þessari tölvu hérna fyrir í dag. Reyndar vann fyrirlesturinn á annarri tölvu og þetta gekk alveg rosalega smúð að setja þetta upp. Ég veit ekki hvað okkur þetta var að koma. Prófum hérna, förum hérna í search og sláum inn 4 NEC. Það er þarna útskjáðum. Það nægir, hérna erum við. Þá ætti þetta að keyrast. Og þið sjáu það. Þannig að það er komið þarna. Og af því ég var búinn að keyra aðeins til að hita upp í dag á þessari tölvu, þá koma þessi gluggar sem áttu ekkert að komast strax. Þetta aðalglugginn sem átti að koma. Og nú erum við einhvers staðar, hvar erum við? Uppsetning 4.2, við erum búin að því, þarna erum við komnir. Þannig að við förum í þetta, já, við erum búin að þessu, fara í search og slá inn 4.2. Þá er þetta gert og main-glugginn kemur og við förum í næstu glæru. Köllum frá forritið aftur. Það er hérna. Og það sem við þurfum að byrja á að gera, það er að fara hérna í þetta settings. Og við þurfum að velja það að við ætlum að vera í metrum. Ég mæli ekki með því að þið séu með þetta í fetum og tónum. En þið megið gera það ef þið eru nægilega skrýtnir. Og svo er gott að velja radíus eininguna líka, það er sverleikinn á vírnum sem við notum. Það er hérna radíushugmyndum og við höfum það í millimetrum. Og svo mæli ég með svona allavega til að byrja með að hafa svo kallega auto-segmentation. Og þá erum við bara komnir langt með að geta byrjað að nota forritið til að greina einhver loftnet. Og það eru 2 svona möguleikar til þess að möndla með loftneti í þessu forriti. Það er annars vegar það sem kallað er Geometry Edit og NEC Editor. Og það er hægt að velja hvort maður notar, þá fer maður hérna í Settings og það er ekkert vitlaust að byrja á að nota Geometry Edit hérna. Haka við það. Vegna þess að þar hefur maður svona, getur maður teiknað forriti grafískt. Nei, teiknað loftneti grafískt fyrirgefið. Og þá erum við tilbúinir til að fara og opna einhverja skrá. Í þessu forriti er ekkert file new. Ég hef ekki fundið það. Þannig að það er ágætt að hafa einhverja skrá, einhverja .NEC skrá með einhverju fyrirfram gefnu loftneti og það fylgir fullt af slíkum skrám í uppsetningunni. Hafa hana bara í möppunni þar sem maður vill vinna og breyta þeirri skrá síðan. Það er það sem ég ætla að gera fyrir því. Þannig ég segi hérna Open 4NEC2 in out file og þá kemur þessi gluggi hérna og það er undir skrá, undir hérna möppu sem heitir Loftnet sem er bara á C-drifinu hjá mér. Getur verið á skýjadrifi eða hverju sem er og ég valdi hérna eitthvað sem heitir 36DIP.NEC, það er bara dipol fyrir 3600 og eitthvað kHz eða 3,6 MHz.
Þannig ég vel það og opna. Og þá gerist eitthvað. Vegna þess að ég var búinn að vinna aðeins í þessu, ég ætla að loka þessum glugga, en þetta sem sagt geometrí glugginn og við sjáum þarna, við sjáum hérna hnitakerfi. Þá er zeta beint upp í lofti, það er hæðin og svo er x-ás og y-ás sem liggur hérna inn í tjaldið. Og loftnetið er hér. Þetta er dýpóllinn og þessi hringur þýðir að það er einhver generator á tíðninni sem við viljum vinna sem er þarna í loftnetið. Það er svokölluð fæðing. Þarna er orkunni eða aflinu strengt inn í loftnetið. Og þá ætla ég að færa mig á næstu glæru sem er þessi hérna, já. Þegar maður opnar þessar skrána sem maður ætlar að vinna með, að þá er hægt að opna margar gerðir á skrá. Það er hægt að opna þessa NEC input skrá sem ég opnaði. Það er hægt að vinna NEC output skrá sem hefur verið búin til áður. Svo er hægt að opna EasyNEC input skrá. Þannig að ef þið eigið einhverja hönnun í EasyNEC þá getið þið væntanlega unnið hana áfram í þessu forriti. Ég hef ekki prófað. Svo er svo kallað Antenna Optimizer Files og það er svona bestunar möguleiki í þessu forriti sem ég ætla að sýna ykkur hérna undir lok þessa fyrirlesturs. Sem sagt, það komið þessar myndir hérna. Þessa mynd sáum við, þetta er aðalglugginn eða main og í þessari skrá er tvípóll fyrir 3,68 MHz og við skoðum hönnun hans. Og við ákváðum að fara í þennan geometry edit glugga og það ætla ég að gera hérna og sýna ykkur það. Ja. Þá fer ég í edit, input eða NEC file. Og þá kemur þessi gluggi upp hérna sem að gerir okkur kleift að vinna með þennan vír eins og við viljum. Við getum togaðan, lengtan eða styttan. Við getum bætt öðru við og gert þetta svona fald tvípól og við getum gert næstu því allt sem okkur langar til. En það má kannski segja að þegar maður kann á hinn editorinn sem að er svona ekki grafískur, þá er það á vissan hátt þægilega. Og ég mun sýna ykkur hann líka. En hoppa nú hérna í glæru. Já, þið sjáu það er hægt að hafa þetta í þrívídd, en það er líka hægt að skoða þetta í tilteknum plönum. Það er hægt að skoða þetta í X-Z-planinu. Y-Z-planinu, þá sjáum við inn í endan á loftnetinu. Ef við myndum vilja gera einhverja krúsitúlur og setja einhverja víra hér út svona, þá getum við gert það á auðvitað nátt þarna. Og það er hægt að skoða þetta í X-Y-planinu, þá er eins og við sjáum ofan á loftnetinu. Og hérna getum við bætt við vírum, hérna getum við sett fleiri fæðipunkta eða sett inn fæðipunkt. Og við sjáum að hérna er 1 volt sett inn á hann. Og það er hægt að bæta við hérna flutningslínu, það er hægt að teikna eitthvað fleira þarna. Og svo er hægt að eiga við jörðina hérna. Þannig við getum sett upp jörð fyrir þetta loftnet. Þannig að nú væri hérna
Það getur verið sjór og ýmsar gerðir af sjó og það getur verið, það er real ground. Það getur verið free space, eitthvað sem er fast ground, perfect ground, real ground og mini-net ground sem ég kann ekki meiri skil á. En það er allt í lagi að nota bara eitthvað sem heitir real ground til að byrja með. Svo getur maður leikið sér með þetta ekki maður. Já, og svo getur maður sett inn sína eigin jörð og sínum eigin parametri. Ok. Þá ætla ég að fara aftur í glærurnar. Hérna. Já. Geometri editflögin, já, ég glemt að sýna ykkur það. Að ef við smellum á vírinn hérna, þá eiga að koma fram upplýsingar hann. Það gerist ekki núna af einhverjum ástæðum sem eru ókunnar. Þannig við skulum ekkert staldra við það ekki. Förum hérna aftur. En það er allavega hægt að sjá það, og sérstaklega ef við förum í hinn editorinn, þá sjáum við að annar vírinn liggur frá hnitinu x saman sem mínus 0,5 og upp í hnitið x saman sem mínus 19,65. Og þess vegna er þessi vír 19,15 metra langur og hann er 2 mm þykkur. Nú ætla ég að keyra hinn editorinn fyrir ykkur. Þá förum við hérna og fyrirgefið. Þá tökum við þennan og við lokum honum. Við seifa þetta bara. Við erum að setja í jörðina. Já, nei, við skulum ekki gera þetta. Þetta er einn gallinn við þetta forrit, finnst mér. Stundum þegar maður vistar svona, að þá hverfur mjög mikilvægur hluti út sem að við viljum ekki hverfi. Þannig að ég ætla ekki að vista, heldur ætla ég að fara núna hérna í Settings og Net Editor New. Og svo segi ég hérna Edit, Input File. Þá sjáum við að það kemur hérna tafla þar sem að loftnetinu er lýst. Það er þá vír númer 1 sem er þessi hérna vír. Þarna highlightaðist hann. Þetta er vír númer 1, sjáum við. Og hann er með svokölluð 19 segment. Það er hermunin sem að byggist á því að skipta vírnum upp í svona litla parta og hérna síðan er forritið keyrt fyrir hvern og einn part. Þetta setjum við sem auto áðan til þess að einfalda okkur líka. Og við sjáum að endinn er í x-hnitinu mínus 19,65, y-hnitinu 0 og z-hnitinu 20. Það þýðir að vírinn er í 20 metra hæð. Svo er endi 2 á þessum vír, hann er í mínus 0,5, y-hnitið 0 og z í 20 metra hæð líka. Þannig að hann er 19,146 metrar og hér er radíusinn á vírnum sem er 1 millimetri. En þetta getum við allt séð líka í þessum hérna editor og hér getum við breytt þessu ef við viljum. Þannig að ef við viljum fara í sverari vír, þá getum við gert það hér. Eða grænri, þess vegna. Hvað hefur sverleiki vírsins að segja? Það er betra að vera með sveran en grænri? Já, það er betra að vera með sveran, það er minna viðnám í honum, minni töp. Bandbreiðari. Og svo þarf maður líka meiri bandbreið. Já, margbreið. Nú þarf ég að fá mér svolítið kók. Það er rétt. Og svo er vír númer 2, hann er svolítið skrítinn, hann er hérna í miðjunni. Hann er, liggur frá hnitinu mínus 0,5 og upp í hnitið pluss 0,5. Hann er bara settur hérna
til þess að hafa pláss fyrir generatorinn eiginlega. Þessi vír má alveg vera miklu styttri, en hann er samt hluti á loftnetinu, þessi vír. Þannig að lengdin á honum skiptir ekki öllu máli og ég sett hann ekki 1 metra langan heldur sá sem hannaði þetta sýnidæmi gerði það. Þannig að hann má alveg vera miklu styttri. Svo er vír 2, það er þá vírin hinum megin, þessi hérna. Það vil ekki helakast, jú þarna. Hann er þá hérna, liggur frá hnitinu 0,5 og upp í hnitið 19 hér, já. Og þess vegna verður hann, lengdin á hann 19,146 metrar. Og hérna, þannig að svona er þetta sett inn. En svo er mjög sniðugt trikk sem að hjálpa manni mjög mikið síðar að setja hérna lengdina sem breytu. Og í þessu tilviki er hún kölluð len, lengdin á vírunum, og HGH er hæðin, hæð. Ef maður setur þetta sem breytur, þá getur maður notað þessa bestunarfunksjón í forritinu. Til að hjálpa manni til dæmis að finna hvaða lengd gefur okkur minnsta standbylgju. Eða hvaða lengd myndi gefa okkur besta útgeislunardiagramið. Þannig að þetta er svolítið sniðugt trikk og þið sjáu að það er auðvelt að segja þetta. Len er hérna 19,1 metrar og hæðin er 20 metrar. Þannig að þið sjáu hérna að þetta er mínus len er hérna x1 hnitið og x og hnitið á vír 2 er hérna len í hináttin. Hvað er núlpunkturinn í þessu? Núlpunkturinn er bara í x sama sem 0 og skrýtni 1 meters hérna vírin liggur í gegnum núlpunkturinn. Þú sér það, hann er hérna þessi nummer 2, hann er frá mínus 0,5 upp í 0,5. Og þá förum við aftur í PowerPointið. Það er hérna. Já. Í geometríglugganum getum við opnað sjó og séð til dæmis wire numbers, segments, og við getum snúið hnitakerfinu eins og við viljum. Þá er best að gera það fyrir ykkur. Þetta er kallað geometríglugginn. Förum í sjó og hérna wire numbers. Þá sýnir þetta er vír 1, þetta er vír 2 og þetta er vír 3. Og svo getur þetta sýnt okkur öll segmentin ef við viljum. Og þá er sem sagt vírunum skipt upp í þessa hluti og reikningarnir fara fram í hverju og einu af þessum segmentum. Og svo getum við snúið þessu svona eins og við viljum. Horft á þetta og hvaða átt sem við viljum. Já, nú er allt komið í rugl hjá mér. Jæja, svona. Þá förum við í powerbandið. Það er hérna. Og við getum sem sagt teiknað upp loftnetið í Geometry Edit og við getum séð hérna niðurstöðuna með því að ýta á þennan hérna skrýtna takka í main glugganum. Við skulum gera það. Hérna. Þetta er skrýtni takkinn. Þetta, en ef við ýtum á 3D takkanina þá sjáum við loftnetið og jörðina og hnitakerfið og svo getum við bætt við að við sjáum já, eftir að gera reikninga. Ok.
Já, við erum búin að tala um spennulindina og að við getum hort á forritið, loftnetið hvar sem er. Hér er hort á loftnetið, já ég er búin að sýna ykkur þetta og búin að tala um groundið og nú getum við látið forritið reikna útgeislunar mynd loftnetsins. Þá förum við í main og veljum calculate og neck output data far field pattern. Ég ætla að gera það fyrir ykkur. Calculate neck output data og hérna sjá að ég get valið far field pattern, ég get líka valið frequency sweep sem ég ætla að gera seinna og hafa þetta bara á þessari hönnunartíðni og segja generate. Og þá á að fara í gang gluggi. Það gerast miklu hraðar á eldgömlu tölvunum sem ég er með heima. Þetta nýjast er náttúrulega ekki alltaf best. Nei. Þessi tölva er ekki nema tæplega 4 ára. Jæja, það er alveg rétt hjá þér, Conny. En ef hún ætti að vera komin í brennlegt torfu líka. Nei. Miðað afskiptareglum. Þarna sjáum við, hérna fáum við þá útgeislunarmynd í lóðréttu plani. Þetta er beint upp hérna, seta. Fyrir þennan dýból, yfir þessari jörð. Þannig að jörðin er alveg, og svo ef ég ýti hérna á space-takkan á tölvunni, þá kemur láréttaplanið. Og þá segir þetta er dálítið skrítið. Því það er eiginlega alveg jafn mikið gain hérna í áttina þvert á loftnetið sem er hér, eins og út frá endunum. Það er smá munur. En þetta eru bara áhrifin frá umhverfinu, frá jörðinni á þetta loftnet. Viltu á það ekki vera díkóklag með það? Jú. En hann er sem sagt, Hér, ég segi hann er fyrir 80 metrana og hann er bara í 20 metra hæð. Og svo get ég gert þessa skemmtilegu barbrellu að ég fer hérna í þetta 3D view. Hvað gerist það hér? Svona. Og núna get ég valið hérna pattern. Þá sjáum við í patternið hvernig það kemur. Við getum skoða þetta frá öllum hliðum. Og því sjáum við loftnetið hérna fyrir ofan. Við sjáum að það er svolítið meiri útgeislun hérna í þvert á loftnetið heldur en til endana. En það er samt ótrúlega mikið til endana. En ég trúi þessu forriti ágætlega. Er þetta lóðrétt pólað? Lárétt pólað. Lóðrétt pólað? Já. Þetta er, þú sér hvernig loftnetið er. Það er hérna, þetta er græna er jörðin og loftnetið er lárétt yfir jörðinni, 20 metra hæð. Þetta er útvísla fyrir lárétta pólað merki. Já. En er þetta útvísla fyrir lóðrétt pólað merki? Þetta er fyrir lárétt pólað merki. Það er, ég hef reyndar ekki pælt mikið í póluninni í þessu. Hér sjáum við þetta sama í mörgum litum og þessi litir, þeir tákna mismunandi styrk. Þannig að útgeislunin hérna beint upp, það er að gefa okkur 6 decibel ávinning. Og útgeislunin hérna til endana, til dæmis að það sem þetta græna er, það er eitthvað 2 decibel. Böndi hérna nýra. Þetta er gott í DX. Þetta er ekki gott í DX, nei. Innanlandstími, Já, Það er það sambandi tunglið. Nei, það fer eftir í hvar tunglið er. ef það sambandi á Akureyri, þá er þetta mjög flott. Upp á skæðið að gera. Og hvað meira hérna? Við erum meira aldrei að nota á jarðbylgi 80 metrana. Svo eru ýmsir meiri möguleikar í þessu sem ég ætla ekki að fara hérna í með ykkur.
Þetta er alveg form. Já. Hérna. Þá erum við búin með þessa glæru. Þessa og þessa. Þannig var ég búin að gera þetta og sýna ykkur þetta þarna. Síðan getum við skoðað samviðnámið eða innbyttansin. Og það er amatörnum finnst gott að skoða innbyttans sem standbylgju. Og hérna sjáum við innbyttans fyrir þetta loftnet. Og til að finna samviðnámið þá förum við í main-gluggann sem við vorum með. Þennan. Lokum þessum bara. Og lokum þessum hérna. Komum alltaf upp öðru hvoru þessi gluggar. Og núna förum við í calculate aftur og net output data. Núna veljum við frequency sweep. Og við ætlum að byrja í 3,4 MHz. Mér finnst ágætt að fara aðeins undir bandið og aðeins yfir þar sem ég hef áhuga á. Og við ætlum að fara í 33,8. Er það ekki lokinn á 80 metra bandinu? Við megum ekki fara yfir 3,8 MHz, er það? Já, segjum þess vegna, við förum í 3,9 hérna. Og ég hef meira að segja gert ráð fyrir 4 hérna, allt í lagi. Og svo gerum við generate, það er hérna, þetta. Generate. Þá er hann smá stund að jafla þessu. Einspilni. Skiptir að máli og líðanir. Þetta er miðpunktur, sér í 180 gráðum frá öðrum og hún eiginlega að vera til þess 1 tanga og 1 tanga svona. Þú getur alveg sett það upp í forritinu. Þú færið aðra niðurstöður, það skiptir máli. Þú getur alveg sett það þannig upp. Þú getur alveg sett nokkurn veginn hvað sem er upp í þessu. Og það reynir að segja þér eins satt og það getur. Og þarna er þá komin þetta er allt annað en ég fékk. Þarna er standbylgju upp á 10. Hvað er þessi með tíma? Ég er lengi að virði. Þetta stepp hérna, það glemdi ég að setja. Svo við veitum hvað kemur út úr því að setja það. Ég hef ekki tekið það fram hana. Það var bara eitt skref eða? Já, þetta er eitthvað voða skrítið. Stepp. Prófum hérna punktur 0,5, það er 50 kW. Generate. Já. Þannig kemur eitthvað þetta. Svona, þessu. Og þá sjáum við, þetta er það sem forritið reiknar út. Það er á 3,65 sem þetta loftnet er hannað fyrir. Þá fáum við standbylgju ykkur 1,7. Og svo á 3,5 MHz þá er hún orðin 3,8 og á 3,8 er hún 2,8. Og svo er hérna endurkastuð fyrir neðan, við þurfum ekkert að fá hann til að sjá að hann lítur alveg eins út, samfylgjan.
Þannig að við lokum þessu. Þannig að það þarf að nota tjúnbóksi við það. Það er mjög þægilegt að hafa autotuner, já. En það var ekki reynt af því. En standbylgju upp á 1,78 er nú ekki voðalegt. En þið sjáu að loftnetið er ekki mjög bandbreytt. Það næri ekki yfir 80 metrar bandi. Og er það ekki reynsla sem að menn hafa? Að 80 metrar dýpóll er ekki bandbreytt. Hvort það megi spyrja svona að nú erum allir að nota ballum 1 á móti 9 og segja að þá erum netið svo bandbreytt. Hvað veldur? Nota menn ekki balún 1 á móti 9 einhvers staðar við þegar að tengipunkturinn við flutningslínuna er nálægt endanum með eitthvað, það sem er mjög háur impedans. Og þá er hérna, og nálægt endanum er alltaf hár impedans. Endafætti ofnit. Það er mjög hár impedans þar. Spurning hérna, er ekki hægt að setja inn mismunandi reikna forritið með balún? Já, ég man það ekki. Ég fór vel í gegnum þetta í fyrra og nú er ég búinn að gleyma því hvort að balúnið hafi komið inn sem kompón. Ég þori ekki að fullyrða það. Svo getum við fengið smithkort og það sýnir ykkur það. Þá bara ýttum við á takka hérna sem að með góðum vilja má segja að sé smithkort. Þá kemur þetta ágæta smithkort. En mér finnst nú standbylgjuhringurinn í því vera rosalega já, það er af því að tíðnin er 3,4 MHz, sjáu það. Þannig við valið að vera á 3,4 MHz. Þannig ef ég vel hérna smithkortið og ýti á örvatakkan til hérna hægri, þá sjáu þið að tíðnin hérna, 3,75 er hún núna, og hún breytist þegar ég ýti á takkan. Og þá breytist standbylgjan, þannig að hún er lægst þarna á 3,65 og það er jú eiginleikinn á smithkortinu, hérna er 50 Ohm í miðjunni, að standbylgjan, ef að standbylgjan er 1,5 til dæmis, þá tekur maður það í sirkil hérna, mælir það hérna á kvarða og svo teiknar maður með sirklinum hring í kringum miðjuna, það er kallað standbylgjuhringurinn. Og þá getur maður lesið alla impedansa sem að koma fyrir á flutningslínunni sem liggur frá loftnetinu. Þetta er gríðarlega öflugt fyrirbæri. Þetta er ekki normerað við einn? Jú, við getum líka normerað þetta við einn. Og það er sennilega hér normalist. Og þá fór það niður á 3,4. Þá sjáum við hérna 3,65. Og núna er þetta normaliserað við 1. Nú er 1 í miðjunni. Það er búið að deila 50 upp í alla impedansa sem koma fyrir á kortinu. Þannig að þegar við lesum einhvern impedans hérna af, þá þurfum við að margfalda hann með 50. Þetta er 0,3, þetta fyrir gegnum 0,3, þá þurfum við að margfalda það með 50, sem það myndi gefa okkur þá 15 Ohm hérna. Og þetta er sem sagt reaktíft, jóð 15 Ohm. Og hérna væri það raunhlutinn, þessi raunhluti er 0,6, þannig að þetta væri þá 5 sem 6, það er 30 pluss jóð 15 Ohm, þessi hérna punktur sem ég var að
valda handahófi. Ok, þá var það næsta mál. Það tíðni sveip, það sveipið á íslensku, svíp heitir sveip á íslensku, þannig að tíðni sveip getum við valið í forritinu og við stillum á tíðni sveip í calculate flipanum, þá getum við fengið frá smittkort á mismunandi tíðnum sem að virðist hafa gerst á þann. Já, við getum hlaupið tíðnisvið, þetta er ég búin að gera, og við getum skoðað áhrif mismunandi lengdar flutningslína með þessum tökkum líka. Það er þá bara á einni tíðni. Og svo er home-takkin til að normalisera eins og Conny var að tala eða velja það hérna í glugganum. Þá erum við komin að þessari bestun sem er mjög áhugaverður hluti af þessu, að mínum mati. Og þannig við notum 4F2 til að besta ákveðna eiginleika loftneta eða sambland eiginleika. Og þá gefum við einstökum eiginleikum eitthvað vægi. Þannig að við getum haft standbylgjuna, þetta eru semst eiginleikarnir. Það er standbylgja, ávinningur, front- og back-hlutfall, inngangsviðnám, bæði raun- og launhluti og nýtni. Og ef við myndum gefa standbylgjunni 50% og ávinningum 50%, þá myndi forritið reyna að finna einhverja bestu lausn sem að gefur okkur góða standbylgju og góðan ávinning, ef að þessi hlutir eru að takast á. Ég hef bara dæmið það þar sem ég er með 100% vægi á standbylgju. Þannig ég vil fá einhver hönnun sem gefur mér minnstu standbylgju sem möguleg. Þannig að nú förum við í Neck Editor New, förum í Edit í meinglugga, segja og veljum við Settings, Neck Editor New, hann er á valinn. Þetta er rétt skil að þessi bestun með við standbylgju með lengt á fæðulínu. Já, nei, ekki fæðulínu. Línan hefur per se ekki áhrif á standbylgjuna nema þessi tap í henni. Ef það er tap í línunni þá minnkar standbylgjuna eftir því sem þú ert lengra frá loftnetinu. En lengdir á vírónum í loftnetinu, þær hafa áhrif á impedansin. Þannig að það forritið mun þá reyna að finna bestu lengdir á vírónum í loftnetinu til þess að fá lægsta standbylgju á einhver ákveðinni tíðni. Og hvað ætlaði ég að gera? Ég ætlaði að fara í þetta calculate og núna vel ég start optimizer. Þið sjáuð að það er alltaf gefnir líka svona funksjóntakkar, F12. En ég nenni ekkert að muna að F12 sé start optimizer. Nema það væri kannski sniðugt að ef maður væri að vinna við þetta hverjum einasta degi að gera lista, þá væri maður miklu fljótari að vinna með þetta. En þegar maður gerir þetta eins og við amatörar, öðru hvorum, þá þurfum við ekki að muna þessa funksjóntakka. Start optimizer. Þá kemur þessi gluggi hérna og hérna sjáum við breyturnar sem voru settar í editornum. Það er lengdin og ég ætla að velja hana. Það er lengd. Ég ætla ekki að skipta mér á hæðinni og ekki á tíðninni. Ég ætla að gera þetta á þessari tíðni 3,68 MHz. Og ég ætla að gefa standbylgjunni 100% vægi. Og þá bara segi ég start. Og nú reiknar það og reiknar. Þá
áhuga tónlega sögum sem. Við fáum okkur að. Þessi tölva á það til að koma með bláan skjá þegar verst lætur. Ef að það gerist, þá verður pása. Já. Hún enn að reikna festlingurinn. Þú eru á reikningu þetta við, ekki? Já, 1, 6, 8. Sko 7 árum eldri tölva heima hjá mér. Það er miklu fljótt. En má ég spyrja einu varðandi að þetta var skrifað orðinalt í kortera. Þú hefur sagt að það er breytt í hérna sérþeir vírus. Ég held að það sé bara sér hérna. Á það að vera fljótara í sérplús, eða sér? Ég sé, já, ég býstu að þessi fljóttar. Það En sé, er þetta sé? gefur mjög effektívan kóða, sko. Er þetta í sér? Þetta er ekki gott fyrir. Þetta sé og svo er C++ ábyggilega ennþá effektífara. En ég veit ekki hvort þetta hafi verið fært yfir í C++. Það getur vel verið. Það var niðurstöðan. 21 skref, 88 sekúndur. Þetta voru, heima voru þetta svona 10 sekúndur Á gamli bílnum. á miklu eldri vél. Lækkar eftir árum. Þú ert ekki að láta gömlu vélina að gera eins mikið í bakgrunn eins og þessi. Þú heldur að þessi sé að gera eitthvað mikið. Já, Ok, og hvað gerum við þá við þetta? Spurum við það glærurnar. Þá kemur fram að vægir 1 er, já, við að fara líklega í megingluggan áðan, fara í edit, input file og koma með þetta. Input file. Skulum við ekki dvelja við þetta. Heldur halda bara áfram því að þetta kemur allt betur í ljós. Þetta, já. Þetta ætlaði ég að breyta tíðninni á þessu forriti. Förum við megingluggann, veljum Calculate, Start Optimizer, þá kemur gluggi á þessar lengdir. Prófum að breyta tíðninni og besta með tilliti til standbyggi sem fær 100% vægi. Það er það sem ég ætla að gera. Förum niður á 35.05. 0.05. Af því það var einhvern veginn, það var tíðni í gamla daga þegar ég var nýliði, þá var það ekki Kristján? 35.05 var eina tíðni sem við áttum þá. Fyrsta tíðni sem við fengum, bara einn tíðni. Já. Og, já, hérna ætlaði ég að breyta tíðninni, þar gerði ég það nú aftur. Input file og frequency sama sem 0.05. Hvernig fimmana? 3.5 0.5. Er þetta rétt hjá mér? 0.05. 0.05 er það ekki.
Var það ekki 5 kHz yfir 3500? Jú. 3505. Það var rétt þegar byrjað. Það er mjög mikið ekki. Já. Hún á mikið. 3505. En er það ekki Fín tími. 50 kHz fyrir ofan? Nei, Þetta er ekki verið. Ok. Og prófum að seifa þetta. Það hefur tekist. Það er sérlega óhægt að seifa í þessu. Og nú keyri ég aftur á optimizerinn. Calculate, start optimizer. Og hérna er pínin orðin 3505 og 100% S2R og við byrjum að láta með reikna og glemt að velja að optimæsa gagnvart lengdinni, þannig að það komið start. Og þá hefst biðin aftur. Við getum fengið okkur kaffi á meðan með kók. Hvað sagði hann á 80 sekúndur? 86. Eru þið orðnir leiðir á þessu? Ég er búinn að vera einhver klukkutíma. Nei. Það væri gaman að það væri kannski prófað að heima að sjá kannar innviss áhrifin eru best. Hvernig er ekki innviss best beintið? Það er best fyrir innanlands og skipið. Þegar maður fer nær í jörðu, fer þá meira upp. Með víti. Eða við að prófa þetta. Hvað heldur þú, Kristján? Ég veit ekki alveg. Það breytist eitthvað í út. En ég hef gaman að vita, en ég veit ekki hvað er, þó að við notum ekki mikið jarðbylgju. Það var hérna að koma á fundin daginn, langbúið til það, eða þú veist með Láréttan dýpól. Í hvaða átt fer jarðbylgjan frá honum? Ég ætla að sjá það í þessu. Nei, ekki, ég veit ekki til þess. Við erum að sjá á jarðbylgju, það þurfum við kílóvatt til að ná 50 kílómetra og meðan við notum bara 100 milliwatt af víðsetti til að ná því saman. Þú varst með 3 möguleika þarna áðan. Eitt var far. Þú varst með 3 möguleika þarna í byrjun þegar þú varst að setja þetta upp. Já. Eitt var far. Það voru hinu 2 aftur. Þú varst að velja hvers konar hvort þú myndi sína. Þú varst að skoða bóluna utanum. Já. Það voru ykkur 2 aðri möguleikar sem hægt var að haka við. Það er að tala um hana útgeislunar, Já, þrívíða já. útgeislunarmyndin. Já, Það er hægt að velja hana í einum lit, eða í mörgum litum þar sem að þeir tákna ávinningin. einn möguleiki var að velja far. Farfíld. Já. Já, hitt var nérfíld. Sem Já. við höfum almennt ekkert mikið áhuga á. Já. Ég bara man að voru 3 möguleikar. En nú skulum við skoða hvað hann fann út úr þessu. Þannig að við förum hérna í Calculate, neck output data og Já, hann er nérfíld og farfíld. við ætlum að skoða standbylgjuna. Já, ég seifaði skrána. Það er betra að gera það. Hérna, við. Hérna, sjáðu, update neck file. Þannig að ég ætla
ætla að reyna að gera það hérna. Loka þessu aftur, það er hérna þetta einn nekkfæl og nú býður hann mér upp á að seifa þessa hönnun og ég ætla að gera það bara með því að segja 35.05 fyrir aftan. Svona. Og þá fer ég hérna í loka ég þessu, file, open, fer í 35.05, það er hann kominn, vonandi, já, loka þessu bara, fer með calculate, Mac output og frequency sweep, þarna. Það er ennþá 3,4 upp til 3,9 og ég segi generate. Þá kemur þessi ágæta útgeislunarmynd hérna og við viljum ekki fá hana og það og við veljum frequency sweep og generate, voru við ekki að gera það? Fáum minnstu standbylgju, já, þarna er hún, standbylgjumyndin og þá sjáum við þetta. Núna er minnsta standbylgjan komin hérna akkurat við 35.05 þar í kring og núna er hún bara 1,6. Þannig að þá er forritið búið að finna bestu lengdir á vírunum miðað við þessa tíðni og miðað við það besta standbylgju. Og hérna upp á 37 þá er standbylgjan orðin 4. Ef við viljum vera á Mossi á 80 þá höfum við þessar lengdir nokkuð með. Hvað er hún lög? Þessi lengt, hvað er hún lög? Hvað er hún löng? Það getum við séð einhvers staðar. Við að fara í edit, input, þennan, ekki þennan, jú, kannski þennan. Þá sjáum við að hún er, breytan len er 20,6 metrar, þannig að við markvöldum það með 2 og það eru 2 svoleiðis vírar, pluss þessi 1 metri sem er hérna á milli. Þið munið áðan var þetta 19,6 í kvöldin. Þannig að lengtist það aðeins. Ok. Heildarlengdin 42,2. Þarna er þetta komið. Við bestum getum líka látið forritið besta fyrir okkur típóla 28,2 MHz. Þá förum við í main calculate start optimizer. Ég hannaði þessa kynningu fyrir ykkur til þess að ef þið hafið mikinn áhuga þá getið þið farið í gegnum þetta í einrúmi og gert bara þessi skref sem þarna standa. Verður þessu varpað á netihóp? Já. Þannig að nú erum við í main-glugganum, það er þessi. Svo förum við í calculate og start optimizer hérna. Og hvað gerði ég svo? Svo segi ég Breyta dyrmi. frequency 28, já, nú vel ég hérna lengdina, en þarna vel ég núna í dýninni 28.2 MHz. Og svo segi ég bara start. Hvað setur inn töfina í vírnum á ljósahraða? Þetta
standa svona. Forritið gerir það 0,8 bara fyrir mig. Já, þú þegar þú hugsa það. Ég hef alltaf ekki rekist á þá breytu. Það getur vel verið að það sé staðarnar. Já, þetta er mjög mikið það. Þetta fá það disk. Disk. Kynninguna. Nei, ég meina þetta forrið. Mm. Þetta forrið Ég sem kann reiknar það út. ekki. Ha? Ég kann ekki að, veit ekki hvar það væri hægt að fá. Mm. Hvernig nálgast maður þetta það? Það kemur fram á fyrstu glærunum einhvers staðar. Það er linkur sem þú bara klikkar á og þá farið það beint. Og borgar sér að taka sitt skrána, ekki standalone skrána. Já. Já. Þannig að lendir maður í uppsetningu vandræði. Já, bara að prófa. Nú erum búin að optimisera þetta og núna segi ég aftur update neckfile eins og aðan. En núna ætla ég að kalla þessa skrá annað. Ég ætla að kalla hana tuttugu og 8.2. Svona. Segjum hana. Lokum þessa glugga. Förum við í File, Open. Við viljum opna þetta strax. File, Open. Svona. 28.2, þarna. Open. Og þá sjáum við að við erum ennþá með fjandi langan dýpól hana. Tíðnin er ennþá nefst til hægri 3505. En hún er hérna, já hún er 3505 hana. Þá hef ég gert eitthvað vitlaust. Já, þú valdir vittlis að skrá það. Vitlaust að skrá. Þú þarf að velja 28 megari, þú valdir Var það? 305. Nei, þetta er 282 skrá. Já, Ég hef eitthvað gert þetta Það vitlaust. kemur upp 3-5 þarna lengst til hægri, en í fríkansi. Við, Breyttirðu breytunni sem að segir til tíðina. veljum len og fríkvæmsi eftir 28.2. Gleymdur að velja start og stopp á þetta. Fríkvensi á Já, svipnum. fríkvensisvíp. Opnum bara hérna skrána aftur. Þetta er óðurlega undarlegt. það var gamla tíma. Svona. File, Open. Svo lefur hann mér ekki að opna eitthvað fælni. Þarna. Ég var áðan í 3505. Þarna. Vill hann ekki gera það fyrir mig? Þetta Það er var svona reynslu, salvan það í veit ég lengur. að Það kom það. Já, Það er hérna kom 28. það kom það. Þetta er Þessu. Já. Það er eitthvað ruggjumst. Og nú segi ég edit, input og þarna kannski vissast að breyta tíðinni þarna. 28.2. Save. Já, loka þessu. Nú sjáum við að tíðnin er komin á 28.2 hérna. Við höfum þetta bara í þessu. Allt í lagi. Svo fer ég í
Calculate og Start Optimizer og það er lengdin sem ég vel. Tíminn er 28,2 sjáðu þið. Ég segi Start. Ekki með komin að vala á hopni sem vart í. Tölvur þar virka með illaðan í hopninu. Það ger allt annað að vera að gera. Já, hér. Já, en ef þú ferð með hann annað þá er það alltaf leið. Hún er ekki enn komin með bláa sjá. Nei, já, það er gott. Þú myndi gera það með útu ef allt virkaði rétt. Þetta er voða erfitt þá. Já. Við höfum kannski að fá einhvern prjónakall í húsið. Já, ég held það. Setja spólur í hopni. Styttri tíma að harði tíni. Nú held ég að ég megi loka, update, hvað? Það er ekki vissara. Ég velja þetta nafn bara, skrifa á mér. Svona. Og þá loka ég þessum glugga, þessum, og fer í file, open, þessi 28.2, open, svona, loka bara þessum, segi hérna calculate, NEC output data, nú ætla ég að fara í frequency sweep, ég ætla að fara frá 3,4, Nei, ekki 28. Það taka 28 með já, en, nei, ég ætla ekki að gera það, ég bara fara upp í 29,8. Það er ekki að breyta steppinu líka. Jú. Starten. Nei, ég ætla að sýna, sko, hann reiknar bara 250 púnta, þannig að ég þarf að hafa steppi svolítið stórt. Það veit hvort ég er 0,2, hvort ég komst upp með það. Generate. Hann kvartaði ekki við því. Þessi æfing er náttúrulega til þess að sýna ykkur hætturnar sem fylgja því að hafa svona forrit. Þetta er líka fritt. Það hún að vera í allt kvöld að þessu. Þið erum að læra að velja að lapsa í. Það er einn hættan. Hérna sjáum við Ari Fors 4.2.gmx.net. Við viljum ná í kalli. Hann er á lífi. Hringjum í hann aftur. Sko, Þetta þarna kom þetta. Ákvæmlega það sem ég vildi sýna ykkur. Að forritið, það fékk náttúrulega þá skipin. Þú átt bara að finna lengd sem gefur lægstu standbylgju á 28,2. Það gerir það bara. En það er bara lengd sem er fjandi nálægt þessari lengd sem ég var með í upphafi. Þannig að það skiptir máli hvar maður byrjar þegar maður er með svona bestunarforrit. Og þetta gildir í raun og veru líka gervigreindina. Maður þarf alltaf að vita hvað maður er að gera. Eins og ég var á fyrirlestri gervigreind hjá honum Hjálmari Gíslasyni og hann sagði gervigreind, þetta var á Nordica hotellinu, hann sagði gervigreind, fyndu fyrir mig bestu leiðinir á Hlemm. Og gervigreindin kom með svarið, já, farðu út úr hotellinu og beygðu til vinstri. Þá kemur hún niður að götu sem heitir Kringlumýrarbraut. Beygðu þar til vinstri og labbaðu hana þangað til hún sker Snorrabraut. Farðu svo eftir Snorrabrautinu og þá lendur hún niður á Hlemmi. Kringlumýrarbraut og Snorrabraut skerast aldrei. Þannig að maður verður að vita hvað maður er að gera.
En þið sjáuð að þetta loftnet, það er með þokkalega standbylgju hérna á þessari tíðni sem er 2,4 MHz og svo getum við farið með örvatakkanum hérna eftir þessu öllu og svo lendum við þarna. Þetta var 12 MHz, sjáu það hérna. Ég man ekki hvað þetta var kannski þetta var 3,5 eða svo. 12 MHz, það er standbylgjan 2. Svo förum við allavega hingað. Þarna erum við í 20, það er nú 2,8. Og svo fer hún hérna upp í 28,2. Akkúrat 28,2. Þar gefur hún okkur standbylgju upp á 2,8. Þannig að við þurfum að vita hvað við erum að gera. Þannig að við lokum þessu. Já, svo er eitthvað svolítið gaman að skoða útgeislunarmyndirnar. Hvernig þær breytast með tími, sjáðu. Ég veit ekki á hverju hún minnkar svona, það er sennilega vegna þess að impedansi verður svo hræðilegur að það kemst ekkert afl inn í loftið. Við höfum aftur í PowerPointið, það er svona handreipið í þessu. Þannig er þessi mynd. Hérna, við sáum að þessu að alltaf verður að hafa skilning á verkefninu þegar bestað er eða almennt þegar tölvur eru notaðar til verka, líka við gervigreind. Það komu fram margar tíðnir með lágmarks standbylgju og forritið valdi bara þá vírlengd sem næst var upphaflegu vírlengdinni en gaf samt lágmarks standbylgju á 28,2 MHz. Við vitum hins vegar betur og vitum að vírlengd sem er nálægt því að vera hálfbylgja gefur lágmark líka á 28,2. Við breytum því upphafsvírlengdinni í 2,5 metra. Þá förum við í Main Settings, NEC Editor. Það er gott að breyta lengdinni. Þetta er langt komið, þessi kynning. Sem sagt, Main Settings, NEC Editor, hann er þarna, hann er valinn. Main Edit Input, Edit Input, þarna. Þá förum við hérna og við breytum lengdinni í 2,5. Þú fylgir ekki til hæðinni þótt þú sér það. Nei, ég hef þetta alltaf í 20 metrum. Auðvitað getur maður fylgt það í henni. Svona. Vista. Fara út úr þessu. Þá sjáum við að það komið miklu styttra loftnet þarna. Svo förum við í Calculate Start Optimizer og það er lengdin sem við ætlum að fá fram og segjum bara start. Þá þurfum við að bíða. Hvað gerðist eitthvað? Stoppa. Ertu með
Þetta er I5 örgjörfin, það er I7 í tölvunni heima. En eins og ég sagði, hann er 6 árum eldri. Jæja. Svona. Við uppdautum nekkfælinn og segjum bara save. Svona. Svona. Og við segjum calculate neck output data frequency sweep og nú erum við búin að stytta þetta þannig að við vitum að þetta er bara fyrir 10 metra bandið þannig að við förum hérna í 27,8 29,8 Ekki breyta steppinu líka. Kannski komumst við upp með að fara í 0,05 aftur. Hérna sjáum við því, nú er standbylgja hérna á 28,2, 1,6 og þetta er ferlega fínt loftnet, bandbreytt og gott. Standbylgjan er komin hérna í 2, í 28,8 og hér upp í efri hluta bandsins er hún ekki einu sinni komin upp í 3. Þannig að við erum nokkuð ánægðir með þetta. Skiptir þessi metri engu máli? Skiptir þessi metri í miðjun engu máli lengur þegar þetta er svona stjórn? Jú, hann skiptir máli, en bara vírarnir, þeir hafa farið niður í 2 metra í staðinn fyrir 2,5. Þannig að þessi metri í miðjunni, hann er fastur, ég hefði náttúrulega getað minnkað hann, en það skiptir ekki öllu máli svo lengi sem að heildarlengdin ná í hálfbylgju. Yes. En nú kemur voða skemmtileg útgeislunarmynd. Það er þessi hérna, við getum horft á hana líka, nei við getum ekki horft á hana í horizontal nema að þetta var í frequency sweep. Þannig að núna förum við í calculate neck output data og bara far field pattern á 28,2 og við förum í generate fee. Það er errorlið þetta. Svona. Þetta gerist ekki á hinni tölvunni. Og nú förum við í 3D og við veljum pattern. Bara beint í multicolor og það kemur svona svakalega fallega. Það er ekki lóttur náttúrulega. Það er bara fallegt blóm. Þetta er ekki fallegt blóm. Og kynlist. Það er nýtt þjóðsverðurna. Þetta er gott á jarðbylgju og gott í DX. Já, þetta er bæði gott innanlands og í DX. Þannig að maður fyrir blómabúð og kasta svona blóm. Já. Og þá er þessu held ég lokið. Já, hérna sjáum við pattern í láréttuplani og hérna sjáum við að þetta er orðið miklu líkara eiginlegum dýpól. Af því þessi er náttúrulega 2 bylgjulengdum fyrir ofan jörð. Þannig er þessar fallegu myndir. Ég held að ég fara heim og leggja mér á hæðinni. Það breytir mér máli. Já. Það fara í 10 metra, 5 metra, 2 metra eða bara á jörðu. Ok, gaman er að vinna með 4.2 þegar búið er að kynnast forritinu. Vonandi getur þessi kynning hjálpað ykkur við að kynnast því.
Ég hef ekki samanburðið Easyneck sem mest notaða loftnefnda hermiforritið meðal annars. Gaman væri að fá kynningu á Easyneck. Og takk fyrir áheyrnina og þolinmæði. Takk, Sæmundur, fyrir þetta ljómandi fólk, einhverja spurningar til hann. Þetta var náttúrulega. Verða ég áfram að svara spurningum. Takk fyrir. Ein spurning hérna, hefur eitthvað verið að spá í hérna að búið til svo kallar wire grid í þessu forriti? Ég veit bara að það alveg hægt. Það svona fletir sem eru símúleraðir með wire. En grunar mig að þá verði rosalega mörg segment og að maður þurfi þá að hafa kannski svolítið öflugri tölvu en þessa. Fleiri spurningar? Skoðum þetta bara á... Gefur þetta fórið möguleika á því að hvort það vertikar eða horisontal dýpóður? Já, maður getur alveg teiknað hann upp sem lóðréttan dýpóð eða lóðrétta stöng eða hvernig sem þú vilt. Það alveg hægt. En mér minnir að Easyneck sé miklu meiri áhersla á pólunni, á bylgjunni. Það ekki, Kristján? Það bara auðvitað að prófa það sem maður vil bara. Þetta fyrst. Ég bara veit ekki hvernig það í þessu fólk. En hvernig það þegar með dýpól svona sem vaff á hólfi? Það bara hægt að setja það upp í forritinu og láta það reikna út hvernig svoleiðis lofning virkar. Og Harri, þú ætlaðir að segja eitthvað. Ég ætla bara að kveikta heima. Já. Ég er með svo margar spurningar sem að ég veit að þú veist, þú verður bara að spyrja forritið. Ég ætla að vona að tölvan heima sig að hraðvirkjar, þannig að fæst svörin svona jafnóðum. En hefurðu prófað Easyneck? Það er mörg ár síðan. Og ég man ekkert hvernig ég gerði það. Þess vegna vikti en ég var það að þá minnir mig að... Það er ókeypis nú orðið. Þá var mjög þægilegt sko fyrir hérna þess að á DX að hafa vírið neðarlega, ekki hátt uppi. Og mín reynsla allavega innan að sig svo að hérna að það maður spáir aldrei í hérna jarðbylgju á innanast nema bara innan við 10-20 km. Annars er maður alltaf jarðbylgju neða á skæfi og maður vil senda beint upp, þannig að tveir menn í Reykjavík að prófa loftnet og athuga hvort að það sé gott, að það er akkurat öfugt. Það er net sem að gefur lélegustu útgeislun innanbæjar er besta netið í DX. Þannig að menn eru akkurat að horfa öfugt á útkomuna á netinu, ef að það ætla að ná langt á því. Því að net sem er mjög gott innanbæjar er voðalega lélegt út á land. Þannig að þetta er allt voðalega vitlaust. Og síðan að vera með einn vír sem er góður á armatörtímum, það sá maður þarna einmitt að þarna bara ná rétt á hoppinu við réttir lengd. En síðan er útkoman voðalega mismunandi. Það státt á útgeistlunum að hverju hoppið fyrir sig að þá var svona útgeistlun eins og útgeistlun, þannig að þetta er rosalega gaman að finna þetta út. Ég minnir að það sé eitthvað líka sko einhverjum forritum. Þetta hafi verið í Easyneck sem ég var að fikta við fyrir nokkrum árum síðan. Þú getur sett mismunandi balúna á endan. Já, en það þýðir rauninni, eina sem þú gerir er að breyta 50 ómanum í 25 óm eða 75 óm. Þá segir forrituna að vera í öðrum ómum. Þá ertu rauninni komið balún. Balún er bara stemmir. Þannig að þú deilir þá, eða margfaldar 50 yfir 9, þá er það segja forrituna að vinna á 450 ómum. Þá ertu komið 1,9. Ég gleymd að sýna ykkur þetta eftir smá stund þá byrjar þetta að snúast. Allavega gerði það heima hjá mér.
hellir sér í þetta forrit af einhverjum krafti. Ef maður hellir sér í þetta forrit af einhverjum krafti, þarf maður að fá nokkuð stöð, þetta er svo nóg. Hefur maður einhver tíma til það? Það er alveg leyfilegt að vera amatör sem hefur bara áhuga á þessu. Það er alveg amatör. Sumir hafa bara áhuga á QSL-kortum og aðrir hafa áhuga bara á mikrofónum.